Kerfið ekki nógu gott þegar kemur að heimilisofbeldi, segir verkefnastjóri hjá ríkislögreglustjóra. Mál sem komið hafa upp undanfarið sýni hve alvarlegar afleiðingarnar eru. Hafnarfjarðarbær fær ekki skýr svör frá FH vegna greiðslna til félaga sem komið að byggingu knatthússins Skessunnar. Bærinn hefur samþykkt að kaupa húsið en hefur áhyggjur af fjárhagsvandræðum FH. Úkraínska leyniþjónustan segist hafa drepið háttsettan rússneskan hershöfðingja í morgun. Hann lést ásamt aðstoðarmanni sínum þegar sprengja á rafhlaupahjóli sprakk við heimili hans. Stjórnvöldum hefur ekki tekist að verja heimili og smærri fyrirtæki fyrir raforkuhækkunum að mati Alþýðusambandsins. Hækkunin nemur allt að 40% á einu ári. Krakkar á Hornafirði settu upp leikrit jólastressið og stúlku sem þarf að fá fjölskylduna til að skipta gír. Höfundur verksins segir að kenna gróskuhugarfar og hvernig leysa megi vanda með innsæi. Komið þið sæl. Kerfið ekki nógu gott þegar kemur að heimilisofbeldi og þau mál sem fjallað hefur verið undanfarið sýna hve alvarlegar afleiðingarnar eru, segir verkefnastjóri afbrotavarna hjá ríkislögreglustjóra. Engin formleg skoðun fer fram á starfsháttum lögreglum þegar grunir að verklagi hafi ekki verið fylgt í heimilisofbeldismálum. Í nýlegum dómi sem féll í héraðsdómi Norðurlands eystra yfir manni sem varð konu sinna bana kemur fram að ofbeldið hafði staðið yfir í á 3. áratug. En á þeim tíma bjó fólkið í 4 sveitarfélögum og fjöldi skráninga grunum heimilisofbeldi var í yfirleiti lögreglu. Verkefnastjóri hjá ríkislögreglustjóra segir dóminn sýna galla í kerfinu. Við þurfum einfaldlega að gera miklu betur. Og mér fannst að mörguleiti líka dómurinn endurspegla það að við höfum verið að horfa á hvað við getum gert þá eða brotaþoli, hvað þarf brotaþoli að gera, en kannski minna eins og ég var að tala er það, hvað er það sem gerandi sem ber ábyrgð á ofbeldinu, hvað er það sem hann getur gert til að breyta hegðun sinni og hvað getur við sem samfélag gert til að hjálpa gerendum að láta af ofbeldishegðuninni. Maðurinn var einnig dæmdur fyrir líkamsárás sem átti sér stað tæpum 3 mánuðum áður en konan lést, en hann var þó ekki ákærður fyrir hana fyrr en eftir dauða hennar. Þá hefur fréttastofa heimildir fyrir því að lögreglun á Akureyri hafi nokkru fyrr einnig verið tilkynnt grunum ofbeldi frá utanaðkomandi aðila. Konan veigraði sér við því að kæra manninn eða þiggja aðstoð vegna ótta við manninn. Lögregla hefur þó heimild til að halda rannsókn áfram þrátt fyrir að brotaþoli vilji ekki kæra. Það lítur náttúrulega að vera í höndum hvers embættis upp á það að meta hvenær þau hefja rannsókn og hvernig þau fylgja málunum eftir. Við hins vegar höfum lagt okkur fram það að setja skýra verklagsreglur, bæta þegar kemur að þjálfun og fræðslu gagnvart lögreglumönnum. Vonir standa til að ríkislögreglustjóri geti með nýju áhættumati aðstoða lögregluembættin við að meta betur áhættu og til hvaða aðgerða skuli grípa. Hafdís Bára Óskarsdóttir greindi frá því í viðtali nýverið að hún upplifði að lögregla hefði ekki tekið áhyggjur hennar alvarlega. Í aðdraganda þess að hún varð fyrir lífshættulegri líkamsárás af hendi fyrrum sambýlismanns síns. Hún fékk ekki nálgunarbann eða neyðarhnapp frá lögreglu. Eygló segir enga formlega skoðun gerða á vinnulagi lögreglu þegar vísbendingar eru að eitthvað hafi misfarist. Það er ekki til staðar núna en við höfum verið að benda á nauðsyn þess að gera þetta, en til þess að við getum farið í svona ferli þá þarf náttúrulega að tryggja það að við höfum aðgengi að þeim upplýsingum til þess að við getum upplýst nákvæmlega hvað gerðist. Og við höfum séð einfaldlega bara undanfarið núna bara vikum og mánuðum bara hversu alvarlega afleiðingarnar eru af því að kerfið okkar ekki nægilega gott. Það er ólga meðal Hafnfirðinga vegna þess hvernig farið var með opinbert fé við byggingu knatthúss FH-inga, segir formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar. Framkvæmdastjóri félagsins segir erfitt að sitja undir ásökunum fjármálamisferli. Þetta glæsilega knattspyrnuhús FH-inga Skessan var vígt árið 2019 á 90 ára afmæli fimleikafélagsins. Það kostaði vel á 2 milljarð króna að reisa húsið. Hafnarfjarðarbær hefur samþykkt að kaupa það, en vill fá skýr svör frá stjórn FH reksturinn, kostnaði bygginguna og svör við því hvort að FH sé í raun og veru tæknilega gjaldþrota. Fjárhagsstaðan hefur náttúrulega verið erfið í ljósi þess að fjármagnskostnaður hefur verið að sliga félagið núna í lengri tíma. Hafnarfjarðarbær fékk endurskoðunarfyrirtækið Deloitte til að skoða bókhald aðalstjórnar FH vegna kostnaðar við byggingu hússins og misræmis í ársreikningum félagsins.
Fréttastofa hefur undir höndum samskipti fjármálastjóra Hafnarfjarðarbæjar og stjórnarinnar þar sem stjórnin krafin skýring á losaralegu bókhaldi félagsins. Bræðurnir Jón Rúnar og Viðar Halldórssynir hafa unnið mikið starf fyrir FH árabil. Jón Rúnar var formaður knattspyrnudeildar frá 2005 til 2019 þegar Viðar bróðir hans tók við. Í bréfinu spurt greiðslur til þeirra bræðra, annars vegar til Viðars, rúmar 60 milljónir króna fyrir að stýra byggingaframkvæmdum, en ekki var gert ráð fyrir þeim greiðslum í samkomulagi við bæinn. Hins vegar eru það greiðslur til félaga í eigu Jóns Rúnars, meðal annars byggingafyrirtækisins Best Hús, sem hefur síðustu ár fengið samtals nærri 400 milljónir króna greiddar frá FH. Samkvæmt ársreikningum félagsins fyrir 2018 til 2022 námu tekjur félagsins aðeins 99 milljónum króna. Ég skil alveg að vakna spurningar við þetta, við reynum að útskýra það eins vel og við getum og svo það bara fólks að dæma það en í mínum bókum að þá hafa þessir tveir menn unnið ótrúlegt starf fyrir þetta félag undanfarna áratugi og það ekkert sem að mun breyta því. Er þetta erfið umræða fyrir FH? Já, þetta er erfið umræða. Það er aldrei gaman að vera í skotlínunni og þetta er þetta hvernig umræðan hefur verið eins og hún hefur birst núna í dag. Okkur finnst náttúrulega kannski ansi harkalega að okkur vegið. Það var bara eitt og annað sem kom fram í skýrslunni sem við töldum mikilvægt að fá frekari svör við áður en við gengum til samninga við félagið. Okkur fannst mikilvægt að fá svör við ýmsum spurningum sem vaknaði vegna byggingu knatthússins. Og fengust þau svör? Það fengust einhver svör, já, en við erum svo bara áfram í samtali við félagið næstu skref, þannig að það er ekki alveg allt komið til skila. Heldurðu að bæjarbúar séu sáttir við þetta? Að sjálfsögðu ekki. Þetta er í raun og veru hér verið að tala meðhöndlun opinbers fjármuna og þetta er eitthvað sem maður hefur fulla skilning á að það vekur upp reiði og ólgu. Rússar heita hefndum eftir að yfirmaður kjarna- og efnavopnadeildar rússneska hersins var drepinn í sprengjuárás í Moskvu í morgun. Leyniþjónusta Úkraínu SBU segist hafa ráðið hann af dögum. Igor Kirillov var á leiðinni út af heimili sínu þegar sprengja sprakk nærri honum. Sprengjunni var komið fyrir á rafhlaupahjóli sem var lagt við hliðina á inngangi íbúðarhússins. Kirillov var yfirmaður kjarna- og efnavopnadeildar rússneska hersins og hefur verið sakaður að beita ólöglegum efnavopnum í innrás Rússa í Úkraínu. Bretar sögðu hann hafa breytt út falsupplýsingar og lygar frá Kreml til þess að fela skammarlega hegðun Rússa í innrásinni. Úkraínskur leyniþjónustumaður segir Kirillov hafa verið stríðsglæpamann og lögmætt skotmark því hann gaf skipanir að ólöglegum efnavopnum yrði beitt gegn Úkraínuher. Rússar segja á móti að Kirillov hafi ljóstrað upp að Bandaríkjamenn og Bretar ætluðu að útvega Úkraínu efnavopn. Это трагедия, то, что сегодня произошло. И мы видим, знаете, прямые истоки того, что делал генерал Кириллов на международных площадках в том числе. Информопытах и биологических лабораторий на территории Украины оказались слишком болезненными. Rússar segja árásina hryðjuverk og eru vesturveldin sökuð að hafa aðstoðað við að skipuleggja hana. Dmitri Medvedev, varaformaður öryggisráðs Rússlands stjórnar og fyrrverandi forseti og forsætisráðherra, segir leiðtoga Úkraínu eiga eftir að finna fyrir hefnd Rússa. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagnfræðingur, er þetta ekki nokkuð skömmustulegt fyrir Rússa að úkraínska leyniþjónustan hún geti bara komið sprengju fyrir utan heimili eins af hærra settum hersöðingjum Rússa? Jú, þetta er áfall fyrir rússnesku leyniþjónustuna og herinn, leyniþjónustu hersins þá líka, geti ekki tryggt öryggi sinna herfóringja. Úkraínumenn hafa verið að vega rússneska hersöðingja undanförnum mánuðum og þetta er í fyrsta skipti sem þeir gera það inn í miðri Moskvu, en þetta er liður í herferð sem þeir hafa verið að reka. En af hverju velja þeir Kirillov að þessu sinni? Já, eins og kom fram í fréttinni, þá stýrði Kirillov herdeild sem að tengist notkun efnavopna og reyndar sýkla og kjarnavopna líka. Og sú herdeild hefur tengst notkun á þeim í Úkrænustríðinu, ólöglegri notkun sem brýtur í bága við samningum bann við þeim vopnum sem Rússar eru aðilar að. Og bandarísk stjórnvöld hafa staðfest notkun þessara vopna. Þetta er svona samskonar gasvopn og var beitt í fyrri heimsstyrjöld til að reyna að ýta varnarliði úr skotgröfum. Þannig að þeir taka hann út til að svara fyrir þá ákærðanraun í hans fjarveru í Úkraínu í gær. Hann þarf auðvitað alls engin tilviljun að hann fyrir valinu.
Nei, hann klárlega á skotmarkalista. Allir rússneskir hershöfðingjar mega eiga von á því að vera skotmark, enda eru þau lögmætt skotmark í stríðinu, en hann hefur verið mjög hátt á þessum lista eins og aðrir sem hafa verið veiknir. En nú hefur Medvedev sagt að Rússar þeir heiti hefndum. Já, hvað getur valist í þeim? Það kemur nú mest á óvart að Medvedev hóti ekki kjarnorkuárásum eins og hann hefur verið iðulega gert. Hann náttúrulega aukaleikari í Kremlarvaldinu eins og staðan í dag, en svar Rússa yrði mögulega auknar árásir, en þeir hafa þegar verið að ráðast á borgaralega innviði, þeir hafa ítrekað reynt að drepa Zelenský allt frá fyrstu dögum innrásarinnar. Þannig að það verður vantilega bara framhald á þeim hernaði. En svona rétt í lokin, Erlingur, á þessi árás eftir að hafa ykkur áhrif þá á mögulegar friðar og þessar vopnahlésviðræður? Það held ég að sé ólíklegt. Þetta skapar kannski einhvern ótta meðal rússneskra hershöfðingja sem að spyrja sig hvar þeir séu þá öruggir ef þeir eru það ekki inn í miðri Moskvu, en langtíma áhrif eru tiltölulega lítil vantanlega. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagnfræðingur, takk fyrir ennina ferðina að koma og útskýra þetta fyrir okkur. Takk. Og við snúum okkur allt öðru. Raforkuverð hefur hækkað nærri 40% milli ára. Ný ríkisstjórn verður að gera það að forgangsmáli að takast á við þessar hækkanir að mati sérfræðings hjá ASÍ. Raforkuverð hefur ekki hækkað meira á einu ári frá því eftir hrun. Já, við erum að sjá alltaf 37% hækkun á verði á raforku á einu ári og þetta geti þýtt alltaf svona 15.000 krónur fyrir meðal heimilið. Aukin eftirspurn stórnotenda eftir endurnýjanlegri orku býr til þrýsting á markaði með hækkandi verði. Eins og sést á þessu grafi frá ASÍ hækka öll smásölufyrirtæki verðið á þessu ári. Auður segir að því séu heimili og smærri fyrirtæki sett í þá stöðu að keppa við stórnotendur rafmagn. Ástæðan fyrir því að við erum að sjá þessar hækkanir núna til neytenda og smærri fyrirtæki svo að stjórnvöld hafi ekki ráðist í aðgerðir til þess að verja þessa hópa. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra stefndi samkvæmt þingmálaskrá á að endurflytja frumvarp sem var lagt fram á síðasta þingvetri sem var ætlað að tryggja almennum notendum og smærri fyrirtækjum forgang. Frumvarpið átti að leggja fram í október, sama mánuði, og ríkisstjórnin sprakk. Það voru í raun og veru engin ákvæði í frumvarpinu sem að fjölluðu verðvernd eða tóku á því. Þannig að okkar mati var það ekki fullnægjandi til þess að verja heimili og smærri fyrirtæki fyrir verðhækkunum. ASÍ kallar eftir heildstæðari breytingum á orkulöggjöfinni. Ég vona við hjá Alþýðusambandinu að ný ríkisstjórn muni setja þetta efst á forgangslistan, enda viljum við ekki sjá það að verðhækkanir á raforku á Íslandi verði sambærilegar og í löndunum í kringum okkur. Fólk ræður hvar það kaupir rafmagn fyrir heimilið og það hægt að kaupa rafmagn af hverjum sem óháð búsetu. Eins og verðið hæst hjá HS Orku og lægst hjá Orku heimilana og Orku sölunni Sparorku. Þetta muni þetta líka hafa áhrif á smærri fyrirtæki, hækkanir á raforkuverði og það mun skapa þrýsting á verðlag sem að mun að öllum líkindum enda á neytendum. Skautun orð ársins hjá Merriam-Webster, einum stærsta útgefanda enskra orðabóka. Orðið hefur verið á allra vörum árunum, ekki síst vegna kosninga í Bandaríkjunum og víðar heim. In this age of uncertainty and polarization. Polarization. Polarized. Polarization. Polarize. Skautun í umræðinni. Þessa polariseringu. Þessi aukna skautun. Skautun í umræðinni. Orð ársins jafnan valin úr safni nýyrða sem náð hafa flugi á árinu. En hjá Merriam-Webster sem gefur út hina virtu Merriam-Webster orðabók á ensku valið byggt á gögnum. Skautun eða polarization á ensku það orð sem hvað oftast var flett upp á árinu sem að líða. It came in as a scientific term and it came in the early 1800s. And I find that interesting just because in 1,000 years of English, that's a pretty young word actually. Íslenska þýðingin, skautun, nokkuð gömul og einnig tekin úr náttúrufræðinni, eðlisfræði nánar tiltekið, þar sem orðið merkir tvípóla rafmögnun sem verður í efni vegna ytra rafsviðs. En sú merking sem mörg okkar þekkja kannski betur að skautun merki skiptingu í andstæða hópa eftir skoðunum, hún mjög ný. Dæmi að orðið sé notað á þennan hátt má einna helst finna eftir árið 2017. Það árið eftir að Donald Trump var kjörinn í embætti forseta Bandaríkjanna. Bæði þá og ekki síður eftir heimsfaraldurinn komst í tísku að nota orðið í samhengi við stjórnmál. Það því kannski ekki skrítið að orðinu hafi oft verið flett upp í orðabók í ár, kosninga árið 2024.
Ef til vill gildir það sama hér á landi. Við Íslendingar kusum bæði forseta og til þings á árinu og á heimsvísu má segja að sannkallað kosningaár sé nú senn á enda. En aldrei fyrr hafa fleiri jarðarbúar kosið í lýðræðislegum kosningum en í ár. Kannski ekki furða að fólki sé tíðrætt skautun þessar myndir. Fjölmargir foreldrar stíga fram þessa dagana og segjast vera að bugast undan álagi vegna jólaviðburða í lífi barna sinna. Ein móðir segir afleiðingarnar geta verið mjög alvarlegar enda sé álagið sjúklega mikið. Hún kallar eftir fordómarlausu samtali skóla og íþróttafélaga. Þetta sennilega sú mynd sem við sjáum fyrir okkur af undirbúningi jóla, en því miður snýst hún oft við þrátt fyrir að flest hlökkum við til jólana og samveru við okkar nánustu. Fjölmargir foreldrar hafa nú stigið fram til að lýsa því að þeir séu að bugast af álagi vegna jólaviðburða, ekki síst eftir að Unnur Ösp Stefánsdóttir leikkona steig fram og spurði hvort hún væri nokkuð ein ná ekki utan allt. Pálínuboð, sparinesti, jólapeisudagur, vasaljósadagur, jólagjafir og jólaböll og þetta bætist við heimanám, píanóæfingar, fimleikasýningar og starfsdaga svo aðeins fátt eitt sé nefnt. Sara Elísa Þórðardóttir er 5 barna móðir og ein þeirra sem kallar eftir vitundarvakningu þessi mál, enda segir hún sjúklega mikið álag að ræða. Þetta verður að minnstakosti hluta starfi, að fylgjast með öllum þessum tölvupóstum, mæta á alla þessa viðburði og svo er oft aukinn kostnaður, það er oft kostnaður í kringum hlutina svona hér og þar og málið er bara líka það að ef þú ert með 1 barn þá kannski er þetta viðráðanlegt en leið komið með 2 eða 3 þá verða margföldunaráhrifin svo mikil og þú þarft að mæta og það er bara ekkert valkostur fyrir mann að mæta ekki. Sara Elísa heldur því fram að mæður taki þessi mál frekar upp á sína arma enda séu þar oftar uppteknar af því að búningar og annað slíkt sé fullkomið. Ég held að þetta lendi meira á konum og náttúrulega erum við að sjá meira bakslag í jafnrétti, við bara vitum að það er að gerast. Þannig að þetta er ekki gott inn í það samhengi. Hún fagnar umræðinu og segir að nú þurfi skólar og íþróttafélögin að taka samtalið að einfalda hlutina án þess að það komi út sem fordómar gagnvart foreldrum. Þetta er í raun mjög alvarlegt vegna þess að streita bara úti fyrir sig getur verið mjög alvarleg fyrir okkur, líkamlega og andlega, fyrir samskipti innan fjölskyldunar. Börn taka náttúrulega inn á sig líðan foreldra bara ófilterað. Krökkum leiðist gjarnan að bíða eftir jólunum og stundum virðist engin leið að fá fjölskylduna til að staldra við í öllu jólastúsinu og njóta þess sem skiptir mestu máli. Krakkarnir á Hornafirði sett upp leikrit stúlku sem leiðist og líður illa en finnur lausn fyrir sig og fjölskylduna. Það getur verið að þetta Í hafinu á Hornafirði eru krakkarnir að leggja loka hönd á búningana sem þau hafa að mestu búið til sjálf og þau kveikja á þeim til að æfa nokkur atriði. Leikritið heitir Hvað ætla ég að gera og fjallar Álfhildi. Hún lendir í vandræðum að henni lesa svo mikið og hún fer að spyrja fjölskyldu sína. Og þau vil ekki vera að gera neitt með henni, þau eru svona upptekin og þá veit hún ekkert hvað hún að gera. Svo koma bara verur. Skrautlegar verurnar eru ekki utanaðkomandi bjargvættir, heldur kraftar sem búa innra með henni sjálfri. Þar eru líka dimmar ekki verur sem sá fræjum efa að hún geti fundið lausn. Þær herja líka á hina í fjölskyldunni. Þá kemur mamman svona, hún verður dálítið döpur og hún getur ekki gert út af þvottunum. Þá kemur pappinn til bjargar því við verurnar komum inn á og hjálpum því. Álfhildur þarf að hlusta á björtu innri verurnar og þær bera nöfn spurninga sem vísa á lausnir. Já, ég heiti Hvers vegna og ég er að hjálpa Álfhildi að finna hugmynd hvað hann á að gera. Þetta er bara að byggja upp jákvætt hugafar, grósku hugafar, lausnamiðun og öflug samskipti. Og ævintýraverurnar í verkinu er innsæið hennar sem er í rauninni bara leiðin að lausn, áætlun og framkvæmd. Það er hjálpinni og séðan í lokaatriðinu þá kemur svona að hún ætlar að gefa þeim tilkynningu og tilboð og þau ætla öll að baka saman, hafa notalegt, hafa gaman. Þannig að þetta hjálpar krökkum aðeins að finna út hvernig lífið getur orðið. Hvað get ég gert til að fá ykkur með mér?
Baldvin, hvað ætlaði að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Ég nú spáði að syngja bara svona í framhaldi af þessu, dásamlega krakkar. Herðu, nei, við ætlum að ræða eins leikskólamálin og þessa ákvörðun fyrirtækja að fara að bjóða upp á að eiginlega stofna leikskóla. Við ætlum að fá til okkar Einar Þorsteinsson borgarstjóra og Harald Frey Gíslason sem formaður félags leikskólakennara. Þeir eru ekki alveg sammála það, hvort þetta sé góð hugmynd eða ekki, en maður reyna að fá niðurstöðu í þetta hérna á eftir. Og svo svona að því það er að koma jól, þá ætlum við líka að kenna fólki að slaka aðeins á. Við ætlum að ræða við einn af forsvarsmönnum hæglætis hreyfingarinnar sem ætlar að kenna okkur hvernig á svona aðeins að draga úr mesta stressinu og njóta lífsins betur. Það veitir ekki af í öllu stressinu fyrir jólin. Takk fyrir þetta, Baldvin Þór Bergsson við missum ekki á Kastljósi. En við lítum til veðurs. Vindur snýst til norðlægrar áttar á morgun og má það reikna með snjókomu á köflum norðan og austanlands en björtu veðri að mestu sunnan og vestan til. Það hlánar víða land síðla fimmtudags þegar mild sunnanátt tekur yfir með rigningu en þau hlýindi eru fremur bágborin og staldra tiltölulega stutt við. En það er Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Eygló Fandal Sturludóttir sem varð 4. á heimsmeistaramótinu í ólympískum lyftingum fyrr í mánuðinum segir það hafa komið sér verulega óvart að ná svona hátt á HM. En bara ótrúlega skemmtilegt en bara grunaði þetta ekki sko. 8 liða úrslit bikarkeppni karla í handbolta hefjast í kvöld með einum leik. 2 eru svo á morgun en alls óvíst hvenær sá 4. verður vegna kærumáls. Og kæru stjörnunar á framkvæmd leiks þeirra gegn HK í úrvalsdeildinni handbolta í nóvemberlok hefur verið hafnað. Deilt var hvort dómarar hafi notað upptöku af streymi í síma til að taka afdrifaríka ákvörðun. Íþróttir eftir andartak. Og þá verður upp helstu atriði þessa fréttatíma. Kerfið ekki nógu gott þegar kemur að heimilisofbeldi segir verkefnastjóri hjá ríkislögreglustjóra. Mál sem komið hafa upp undanfarið sýni hve alvarlegar afleiðingarnar eru. Hafnarfjarðarbær fær ekki skýr svör frá FH vegna greiðslna til félaga sem koma að byggingu knatthússins Skessunar. Bærinn hefur samþykkt að kaupa húsið en hefur áhyggjur af fjárhagsvandræðum FH. Úkraínska leyniþjónustan segist hafa drepið háttsettan rússneskan hershöfðingja í morgun. Hann lést ásamt aðstoðarmanni sínum þegar sprengja og rafhlaupahjóli sprakk við heimili hans. Stjórnvöldum hefur ekki tekist að verja heimili og smærri fyrirtæki fyrir raforkuhækkunum að mati Alþýðusambandsins. Hækkunin nemur alltaf 40% á einu ári. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo er það Kastljós. Næstu fréttir eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á RÚV.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá RÚV.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl.